Áform Ísraela að leyfa loftflutning hjálpargagna inn á Gaza hafa verið harðlega gagnrýnd af hjálparstofnunum. Bresk stjórnvöld ætla að taka þátt í þessu verkefni. Tillaga Evrópusambandsins verndartolla á kísiljárni bitnar harðar á Noregi en Íslandi. ESB beitir sama ákvæði og Ísland gerði þegar gjaldeyrishöftum var komið á. Algjört hrun í laxveiðum norðvestur og vesturland og víðast hvar hefur lítið veiðst. Líffræðingur segir að laxinn sé á niðurleið á alheimsvísu vegna loftslagsbreytinga. 27 milljón rúmmetrar af hrauni hafa komið upp í yfirstandandi gosi. Fagridalur komin undir hraun að hluta. Ekkert lát á gosinu. Hérna í Vallaskógi hefur líklega sjaldan verið eins líflegt. Hérna eru mörg þúsund manns búin að hlusta á tónlist í allan dag, en hápunkturinn hann í kvöld þegar að Kali og Tekur sjálft voru í Vallaskógi. Gott kvöld. 5 hafa dáið úr hungri á Gaza síðasta sólarhringinn. Bresk stjórnvöld ætla að taka þátt í loftflutningum hjálpargagna til Gaza, en yfirmaður Palestínu flóttamanna aðstoðar Sameinuðu þjóðanna segir lítið gagn í slíkum flutningum. Alls hafa 127 dáið úr hungri á Gaza síðan átökin hófust, þar af 85 börn. Meðal þeirra þessi 6 mánaða gamla stúlka, Zainab Abu Halib. Hún var jörðuð í Khan Yunis á Gaza í dag. Heilbrigðisráðuneytið á Gaza segir hann hafa dáið úr vannæringu og skorti á þurrmjólk. بنتي دخلت قسم سوق التغذية كان تاريخ 13/4 و25/4 طلعت متوفية 25/7 طلعت متوفية بسبب سوء التغذية الشديد ما حد عارف تشخيص حالتها طلبنا تحويله وعملنا لها تحويله لبرا والمعابر مسكرة هاي التحويله بس وراق على الفاضي. Í gær tilkynntu ísraelsk stjórnvöld og þau ætla að leyfa loftflutninga hjálpargagna inn á Gaza. Yfirmaður Palestínu flóttamanna aðstoðar Sameinuðu þjóðanna segir það til lítils gagns. Slíkir flutningar væru dýrir og jafnvel lífshættulegir fyrir fólki á jörðuniðri. Yfirmenn annarra hjálparsamtaka hafa tekið í sama streng og eru sammála að þannig sé ekki ráðast að rót vandans. Þetta ekki fyrsta skipti sem hjálpargögn eru flutt í lofti yfir á Gaza. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, fylgdi slíkum sendingum eftir í mars 2024. Flugherrir Þjóðverja og Frakka taka sameiginlega þátt í þessum aðgerðum og bara þeir einir varpa nú daglega yfir 5 tonnum af þessari neyðaraðstoð niður á Gaza. Bresk stjórnvöld ætla að taka þátt í þessum loftflutningum og flytja þaðan börn sem þurfa á læknisaðstoð að halda. More broadly, alongside our closest allies, I am working on a pathway to peace in the region, focused on the practical solutions that will make a real difference to the lives of those who are suffering in this war. Áform Evrópusambandsins að leggja toll á kísiljárn frá Íslandi og Noregi byggja á ákvæðum sem ESB hefur ekki beitt áður. Samstaða ríkjanna tveggja skiptir höfuðmáli í andstöðu við þessar aðgerðir. Tillaga Evrópusambandsins að setja á verndartolla á kísiljárn og tengdar vörur kemur aðalega niður á norskum fyrirtækjum. Hérlendis hún bundin við járnblendiverksmiðjuna á Grundartanga sem í eigu hins norska Elkem. Norsk og íslensk stjórnvöld fengu orðsending á 50 þessar aðgerðir sem eru enn á tillögustigi en takað óbreyttu gildi 19. ágúst. Ákvörðunin byggð á 112. og 113. grein EES-samningsins öryggisráðstafanir og kveður á að hægt sé að grípa til einhliða aðgerða í sérstökum atvinnugreinum eða á sérstökum svæðum ef uppkoma alvarlegir erfiðleikar. Sjaldgæft að þessari grein sé beitt, en það þó ekki án fordæma. Nýlegasta fordæmið eru náttúrulega gjaldeyrishöft sem að við Íslendingar settum á kjölfar hrunsins. Síðan eldra dæmi að Liechtenstein hafi beitt þessu ákveði mjög stuttan tíma, en annars eins og ég segi, hefur þetta ekki verið mikið notað. Dóra Sif var áður forstöðumaður lagaskrifstofu EFTA í Brussel og þekkir þar af leiðandi vel til EES-samningsins. Hún segir að það hafi verið EFTA-ríkin sem hafi þrýst meira á að umrætt ákvæði skyldu sett í samningin. Erfitt að segja til á þessum tímapunkti hvort beiting þessa ákvæðis nú feli í sér eðlisbreytingu á EES-samstarfinu. Þannig að kannski þetta bara merki að Evrópusambandið
betur að sér í EES-samningnum í dag heldur en kannski oft áður. Þrátt fyrir að vera hluti af innri markaði ESB standa Ísland og Noregur utan tollabandalags sambandsins. Þar af leiðandi ávallt svo hætta fyrir hendi að ríkin 2, sem og Sviss og Liechtenstein, lendi í þessum aðstæðum. Framangreind ákvæði eru bæði skýr og gefa víðtækt svigrúm til túlkunar og því skiptir mestu að íslensk og norsk stjórnvöld séu samstíga í hagsmunagæslu á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Það verið ekki hægt að gera neitt ef að eitt samningsaðili lýsir yfir öryggisástofunum, þannig að þetta nú fyrst og fremst milliríkjasamtal og diplomasía. Hraun heldur áfram að renna og reyna að virka gosgígnum á Reykjanesskaga. Veðurstofan býst ekki við gasmengun í byggð á morgun. Nokkuð vel hefur gosið í dag en þó hefur ekki verið eins mikil strókavirkni eins og varð seinnipartinn í gær. Hraunið rennur í austur og suðaustur og dreifir mest úr sér innan við kílómetra frá gígnum. Lítil hreyfing á ystu hraunjöðrum. Fólk sem þar var á ferðinni í gær hefur einmitt gaman af því að skoða jaðrana og taka kannski með sér einn og einn mola. Hraunið sem runnið hefur úr þessu 10 daga gamla gosi nær yfir 3,5 ferkílómetra. Rúmmál nýja hraunsins nemur 27 milljónum rúmmetra samkvæmt mælingum Eblu sem gerðar voru á miðvikudaginn. Örnefnið Fagradalsfjall kannast nú flestir við eftir eldgosin þar. En Fagradal sem fjallið kennt við þekkja líklega fáir. Hann norður af Fagradalsfjalli og nokkurs konar dalverpi. Nú hefur Fagradalur eins og margt á þessum slóðum fengið að kenna á eldsumbrotum því hraunið í þessu gosi hefur runnið inn dalinn og þekur nú dalbotnin nema einsta hlutan. Gasmengun var lítil í dag, í kvöld og mestallan morgundaginn spáð ákveðinni norðvestanátt. Þá berst mengun út á sjó og ekki spáð gasmengun í byggð. Mótmæli eru víða í Skotlandi vegna heimsóknar Donalds Trump Bandaríkjaforseta þangað. Trump lenti í gærkvöldi og gisti á hóteli við golfvöllinn. Turnberry sem í hans eigu og skellti sér síðan í golf í dag. Mikil öryggisgæsla fylgir heimsókninni sem á að standa í 5 daga. Mótmælendur söfnuðust saman í Edinborg í dag til að mótmæla Trump og heimsókninni. Á morgun fundar Trump með Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, tollahækkanir og viðskiptatengsl. Einnig stendur til að forsetinn hitti Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands. Vegagerðin kannar nú hvort flugleiðin milli Ísafjarðar og Reykjavíkur sé styrkhæf en að óbreyttu verður flugið þangað hætt næsta haust. Hagsmunaaðilar fyrir vestan segja mikilvægt að hefjast þegar handa við að bjarga þessum samgöngumáta sem mikilvægur fyrir samfélagið. Við eiginlega höfum bara lagt áherslu á það að hingað sé hágæðaflug þessi flogið þarna á vélum sem eru svona sirka svipaðar og það vélar, DAS-vélar sem hafa verið að fljúga hingað sem taka svona 30-40 manns. Við sjáum ekki að það sé hægt að fljúga mikið minni vélum hérna og við viljum sjá flugið 2 á dag. Þetta bara svo stór hluti af hjartslætti svæðisins að sjá vélina koma hérna inn á morgnana og síðdegis að það það sem við viljum sjá áfram. Laxveiði hefur verið léleg víðast hvar landið í sumar. Algjört hrun í veiðinni á Norðvesturlandi. Líffræðingur segir að laxastofnarnir séu almennt á niðurleið, sennilega vegna loftslagsbreytinga. Laxveiðitíminn stendur nú sem hæst og víða land má sjá einbeitta veiðimenn vaðandi árnar með einhendu og lofti. En hætt við því að margir fari heim með fluguna í rassinum því veiðin hefur farið treglega af stað. Ef litið á nokkrar aflahæstu veiðiárnar í ár, má sjá að þær hafa langflestar gefið minna af sér í árin í fyrra. Þær rauðu eru lélegri í árin í fyrra en þær grænu hafa gefið fleiri laxa. Einna verst ástandið á Norðvesturlandi þar sem margir tala algjört hrun og sumar frægustu veiðiárnar eins og Víðidalsá og Vatnsdalsá komast ekki einu sinni á blað. Og tölurnar sýna það að þetta er einhvers konar hrun í augnablikinu þarna fyrir norðan víðast nema kannski á norðausturhorninu og hérna í nágrenni við okkar stað, hérna Elliðaárnar þar sem við stöndum. Þar þetta svona í ánum hérna á þessu svæði eru 40-50% minni veiði heldur en hefur verið. Sveiflur á milli einstakra ára eru kannski ekki alvarlegt áhyggjuefni. En það sem raunverulegt það að laxinn á niðurleið á alheimsvísu út af umhverfisbreytingum. Það eru þessar loftslagsbreytingar, þær leiðast niður í ferskvatnið og í hafið og allt hefur þetta áhrif hvað á annað. Veiðimenn og eigendur laxveiði á að geta veitt þróuninni viðnám með því að takmarka eins og hægt að drepa laxinn sem veiðist.
Dæmi að sami laxinn gangi upp sömu ána 5 ár í röð og getur eignast marga knáa afkomendur ef hann fær að lifa. Við getum, og það alveg orðið svo tímabært, að við setjum strik og hættum að veiða lax í net í ám á Íslandi. Það til skammar, það verður að segjast eins og er. Jóhannes telur líka nauðsynlegt að stöðva útgáfu frekari leyfa til sjókvíaeldis. Þetta ekki staðbundin vandi þar sem að sjókvíarnir eru, af því að erfðamengun frá þeim, eins og við þekkjum frá stórslysinu, hamfaraslysinu 2023, sýndi að þetta fer all land og áhrifin svo slæm út af því að þetta veikir stofnana. Jóhannes hefur rannsakað hegðun laxfiska áratugum saman. Þetta eru leyndardómsfullar verur og kannski ekki viturlegt að lesa of mikið í sveiflur á milli ára í einstökum ám. Elliðárnar eru dæmi það. Þar hafa veiðst 30% færri fiskar í sumar en á sama tíminn í fyrra. En laxateljarinn í ánni sýnir að löxunum í ánum hefur fjölgað 20% á sama tíma. Kannski var það leiðinda veðrið í fyrra sem hjálpaði til. Og hver veit nema áhugi laxins fyrir þessum veiðitækjum sé eitthvað að dvína. Hann kannski lærir eitthvað á því að vera sleppt svona. Það kannski málið að honum bara að leiðast tófið. Druslugangan var gengin í Reykjavík og Borgarfirði eystra í dag. Gangan árviss viðburður þar sem tilgangurinn að færa ábyrgð kynferðisofbeldis frá þolendum og yfir á gerendur. Sömuleiðis að ítreka að klæðnaður, hegðun eða ástand þolenda aldrei afsökun fyrir slíku ofbeldi. Gangan var tileinkuð minningu Ólafar Töru Harðardóttur og annarra sem ekki lifðu af ofbeldi sem þau urðu fyrir. Allur ágóði af göngun í ár rennur í minningarsjóð Ólafar Töru. Í ár mikilvægur nokkru sinni fyrr að ganga af því að sumt fólk lifir ekki af ofbeldi sem það verður fyrir og við erum að ganga í minningu Ólafar Töru, einna mögnuðustu baráttukonu okkar tíma og því gangan í ár mikilvægari en nokkru sinni fyrr, myndi ég segja. Og finnurðu mun á andrúmsloftinu í göngunni? Já, það þungbærara að einhverju leyti en samstaðan þéttari. Hvers vegna þú hér í dag? Til að sýna stuðning við þolendur kynferðisofbeldis og mótstöðu við það kerfisbundna ofbeldi sem svo margir þurfa að þola. Þetta í 13. skipti sem gangan haldin. Ykkur munur á göngunni í ár? Náttúrulega gangan í ár tileinkuð Ólaf Töru og þeim sem hafa fallið frá í baráttunni. Og svo ég finn fyrir aðeins meiri sorg en venjulega. En því miður hún ekki það öðruvísi. Þetta ennþá, það nýtt fólk sem bætist við hverju ári sem bæði frábær styrkur en bara að spegla þann sorglega raunveruleika að þolendum að fjölga. Og við munum örugglega halda áfram að ganga næsta ári og árið eftir það og árið eftir það. Í kvöld hlýða 7.000 manns á vor í Vaglaskógi í sjálfum Vaglaskógi í flutningi hljómsveitarinnar Kaleo. Þar Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður. Ólöf, hvernig fer allt þetta fólk í skóginu? Herðu, þeir sem ég hef talað við í dag hafa allavega verið bara mjög kátir með þetta og eins og þið sjáu hérna fyrir aftan mig að þá rúmar þessi flöt ágætlega þessi mörg þúsund sem hingað eru komin en það fylgja því þetta líka ákveðnar áskoranir að halda svona risa viðburð á stað sem ekki venjulega gerður fyrir þetta. Þetta fyrst og fremst tjaldsvæði og útivistarsvæði en þetta hefur allt saman farið vel fram það sem af og ég spjallaði við gesti í dag og skipuleggjanda sem að öll voru ánægð með daginn. Hvað segir þið? Hvernig fyrir ykkur? Bara rosalega vel, en þig? Bara mjög vel. Ég sé að þið eru konar hérna með stóla og svona, það allt klárt. Það allt klárt. Þið eru með teppi og nesti og alla græjur? Já, og kaffi. Eru þið löngu komin? Við komum með rútu klukkan 3 og þið komum með bíl á undan áður. Hvernig gekk að koma ykkur inn á svæði? Var það ekkert mál? Bara ljómandi, mjög flott skipulag. Hvernig fyrir ykkur hér? Ljómandi vel bara. Ég sé að þið eru með alla græjur, það eru spil og teppi og stólar og allt saman. Það ekki annað? Já, vonan að sjá fyrir því. Eru þið löngu komin á svæðið? Mættu klukkan 3 á slæginu. Já, við erum sennilega heppið með það svona áætlunin hefur gengið upp með það að dreifa álaginu, láta fólk byrja að koma á föstudags eftirmiddegi. Heldur hérna litla kvöldvöggu í gærkvöldi við Jökull og það var komið þá á 2.000 manns og svo hefur verið að
koma hérna mjög þétt og örlitlum svona hægingum auðvitað, svona í enda gangana og svona niður eftir veginum, en þetta er samt gengið ótrúlega vel. Og við fylgst með fólki sem hefur bara verið hissa yfir því að það var ekki meiri biðröð. Já, en tónlistin er auðvitað aðalatriði hérna í Vaglaskógi og hér hafa í allan dag stigið á stokk hellingur af hæfileikaríku tónlistafólki, en það er eitt atriði sem að svona kannski flestir eru spenntastir fyrir. Hann er kominn til mín hérna, hann Jökull, aðalsöngvari og forsprakki þessarar hátíðar. Hvernig líður þér að vera að sjá þetta allt verða veruleika hérna? Já, við erum bara í skýjónum og þetta er bara algjörlega vonum framar. Bæði bara stemmingin hérna í loftinu og sömuleiðis bara þetta veðrið. Við erum búin að vera mjög heppin, bæði í dag og í gær. Þannig að þetta er bara, já, eintómur kærleikur hér. Þetta var draumur hjá þér, er það ekki lengi að geta flutt þetta lag á þessum stað? Jú, það má segja það. Þessi hugmynd, svo sem það er ekkert svo langt síðan ég fekk þessa flugu í hausinn, en síðan þá er þetta bara búið að gerjast mjög hratt og verða veruleika, þannig að það er hálf ótrúlegt að það er svona hálft ár sinni við byrjum að vinna að þessu, en þetta er bara stórbrotið og enn og aftur náttúrulega þakka öllum sem að hafa komið að þessu og hjálpa okkur að gera þetta veruleika. Einmitt, og þið eru náttúrulega orðnir vanir að flytja ykkar tónlist á risa leikvöngum út í heimi. Hvernig er þetta svona í samanburði við það? Já, algjörlega, eins og ég sagði áðan hérna, þá höfum við náttúrulega komið mjög víða fram síðustu 10 ár, en að fá einhvern veginn að gera það með okkar fólki og við svona kringumstæður og í svona umhverfi eru þetta bara stórbrotið, þannig að maður er bara fullur af þakklæti og bara, já eins og ég segi, enn og aftur, bara vonum framar. Akkurat, takk fyrir þetta Jökull og gangi ykkur sem allra best á eftir. Það er sem sagt aðal giggið hjá Kalle og er á eftir klukkan 9, en þeir fóru á svið hérna fyrr í dag og fluttu þá svona órafmagnaða útgáfu af Vor í Vaglaskógi og við skulum heyra aðeins frá því. Ok, má ég heyra ykkur, koma. Reykur í ljósum, lokum og ákandi rósum. Reykur í ljósum, lokum inn En það er tónlist og gleði víðar landið í kvöld. Bræðslan á Borgarfirði eystra, hún fer fram í kvöld og þar er Felix Bergsson. Já, það er fjöldi fólks hér samankomin og einstaklega ljúf stemning á þessari einstöku tónlistarhátíð sem er haldin hér á Borgarfirði eystra. Hér er verið að fagna 20 ára afmæli þessarar hátíðar. Gestir farnir að streyma í hús og stórstjörnundar að gera sig klárar og við ætlum að sjálfsögðu að vera hér og fylgjast með öllum herlegheitunum og senda út beint bæði á Rás 2 og í sjónvarpinu. En þetta er fjölskylduhátíð og það eru bræðurnir Áskell Heiðar og Magni Ásgeirssyni sem að hafa eiginlega verið forsprakkarnir að þessu í þessi 20 ár og Magni, hann er hér kominn til mín. Magni, það hlýtur að hafa verið svolítið tilfinningaríkt að sjá Emilínu Torrini á sviðinu í gær 20 árum seinna. Já, það voru mörg gæsahúða móment í gær. Það var líka skemmtilegt á meðan að uppbytunaratriðin voru og það var svona skjára bakvið þessum að maður myndasýninga fyrstu tónleikunum. Og þess maður geta að hún lítur betur út en við öll hinn á þessum myndum. Eldist betur. En þetta er ótrúlegt hvað tíminn hefur flogið. Og við ennþá bara vitlýsingar. Þetta er fjölskylduhátíð sannkölluð hér og þá meini ég hvernig að skipulaginu staðið. Já, við reynum að ná öllum frændum okkar í að vinna hérna kauplaust svo við getum gert þetta. Nei, við rekum fyrir þrælabúðir af frændum. Já. Nei, þetta myndi bara ganga upp fyrir góðvild alls bæjarins og allra ættingjana sem kom að hjálpa okkur hérna í heila viku að smíða svið og gera allt tilbúið og láta sig hafa það að þessi tjöld bara liggur í forstofunni hjá þeim. Það er svo mikið af fólki hérna. Og þið þurftu að styrkja sviðið sérstaklega áskilst mér, er það ekki? Jó, við þurftum aðeins að taka burðarþolið í gegn fyrir eina lúðrasveit. En við höfum reynda verið með fjallabræður, þannig að við fórum aðeins í þær tekníkar aftur. Já. En þetta er ákveðið víravirki sem heldur þessu uppi, sko. Frábært.
Kæra þakkir Magni og við hvetjum ykkur til að fylgjast vel með í kvöld. Við byrjum hér að afloknum fréttum strax klukkan 19:45. Takk fyrir það Felix, tónlist og gleði sem ómar landsornan á milli og við fylgjumst að sjálfsögðu með ykkur í kvöld. En þá að veðri. Á morgun spáð norðvestanátt, víða kaldi eða strekkingur. Búast má við súld eða rigningu á norður- og austurlandi. Sunnan heiða ætti að létta til frá því sem verið hefur í dag og verða ágætlega bjart veður. Hlýjast á morgun væntanlega á Suðurlandi 19 til 20 stig þegar best lætur. Við förum nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. KR-ingar vígðu nýja meistaravelli í kvöld þegar þeir tóku á móti Breiðabliki í bestu deild karla í fótbolta. Liðin berjast hvort á sínum enda stigatöflunar. Heimsmeistarmótið í sundi í 50 metra laug hefst í nótt og þar eru 5 Íslendingar mættir til keppni. Evrópumeistarmótið í kvennaboltanum klárast á morgun, sundi tekur við. Og handboltmaðurinn Gísli Þorgeir Kristjánsson segir komin tíma til að yngri leikmenn íslenska landsliðsins stígi upp og komi liðinu í fremstu röð. Komum með alveg framistuðu og sína við getum þetta. Þetta og fleira í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Áform Ísraelum að leyfa loftflutning hjálpargagnin á Gaza hafa verið harðlega gagnrýnd af hjálparstofnunum. Bresk stjórnvöld ætla að taka þátt í þessu verkefni. Tillaga Evrópusambandsins verndartolla á kísiljárni bitnar harðar á Noregi en Íslandi. ESB beitir sama ákvæði og Ísland gerði þegar gjaldeyrishöftum var komið á. Algjört hrun í laxveiðum norðvestur og vesturland og víðast hvar hefur lítið veiðst. Líffræðingur segir að laxinn sé á niðurleið á alheimsvísu vegna loftslagsbreytinga. 27 milljón rúmmetrar af hrauni hafa komið upp í yfirstandandi gosi. Fagridalur komin undir hraun að hluta, ekkert lát á gosinu. Loðmundarfjörður einn af fallegustu fjörðum Austurlands. Afskekkt sveitin þar umlukin fjöllum og helstu leiðir þangað liggja háskörð eða vörp á milli þeirra. Hjalti Stefánsson, myndatökumaður okkar á Austurlandi, lagði leið sína þangað á dögunum. Við segjum næst fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúv.is. Verið sæl. Ísland, sumar og sól, slætsmynd af lómagnopi og ömmur á kanaríkjól, hestar að gera hitt. Þó við erum 5 menningar, ígar, arjar, Íslendingar. Fjallkonan, hún dellir sér á stein, fær sér smók og á RÚV í kvöld. Krauts á Seltjarnarnesi. Íslensk leikinn þáttaröðum Þjóðverjann Karl Krauts sem ferðast heiminn og býr til sjónvarpsefni fyrir þýska ríkið. Tilneyddur eyðir hann sumrinu á Íslandi ásamt aðstoðarmanni sínum við að framleiða menningarþætti smáþorpið Seltjarnarnes.